Monday, kanntu íslensku? Já, auðvitað. Bara það sem ég langaði til að gera á mánudegi. Hvað Já, viltu? sko, mánudegi segirðu, það er samt ekki mánudagur í dag. Uh, það er eins og mánudagur eigi sérstakt lag á að eyðileggja alla vikuna. En nei, í dag er ekki mánudagur. Eftir að reyna að ruggla mig enn meira eða? Það er sumardagurinn fyrsti reyndar. Já, fimmtudagur, þessi skemmtilega biðstöð fyrir helgina. Þá erum við bara hálfpartinn fastir í limbó, ekki satt? Mm. En, heyrðu, Já, hvað ætlar að gera helgina? Ertu búin að plana eitthvað sumarið? helgin, svo stutta hvíld frá eilífum mánudögum. Ég hef engar stórkostleg áform, líklega bara hanga í dvala eins og venjulega. Sumarið, já, það verður sko allt skipulagt í síðustu andartökum eins og allt annað. Já, Þú ert ekki eitthvað ok. spenntur fyrir sumarinu, er það? Mhm. Hvernig samt sko, þú veist svolítið um veður er það ekki, er gott sumar framöndan? Veðrið, já, það er alltaf jafn óáreiðanlegt, eins og að treysta á Ísland fyrir stöðugu sumri, ha. En ég get samt kíkt á spána fyrir þig, svo þú getur vonast eftir einhverju, Mhm. þó að það... Sumarspáin er svona klassísk, júní 7 til 11 gráður, júlí 9 til 13 gráður og ágúst svipað. Svo engin þörf á sólarvörninni nema þú sért að plana að steikja því í 13 gráðum. Já, vandamál er þetta með mig sko, ef að ég er sólbrinn þá kemur baconlykt. Þannig að Já, akkurat. Ef þú vilt verða baconbita í 13 gráðum, þá er Ísland klárlega rétti faðirinn. Mhm. Annars bara vindjakka og húfu, eins og venjulega. En allavega, vertu viðbúin öllu, fara á meðal snjókomu í júní ef þú ert heppinn. Já, það gæti reyndar alveg vel verið að það gerir sko, síðasta sumar var frekar skrítið. En hvað ætlar þú til dæmis að gera í kvöld? Ætlar að grilla eitthvað eða? Grill, jú, það væri huggulegt að standa úti í rokki og rigningu með kjötbita. En líklega bara slaka á, horfa á eitthvað dramatískt og vorkenna mér. Þú ert ekkert að plana að þykjast vera sumarlegur með grillveislu eða það? Nei, nei, finnum frekar í bara snjógalann og út á svalir í snjóin ef það er eitthvað snjór. Það gæti gerst, aldrei að vita hvað það gerist í kvöld sko. Einmitt, að renna sér á snjóþóttu í maí, það er ekta íslensk sumarkvöld. Við Mhm. ættum kannski að halda veðmál hvort við fáum snjó eða sól í kvöld. Nema það, ég veit nú þegar hver vinnur það. Já, en sko, allt þetta sumar, þú veist, ef þú værir að fara að ferðast sjálf, myndirðu fara til Íslands eða hvar ætti maður að vera í sumar? Ferðalög. Ef ég þyrfti að velja, líklega einhvern sem er ekki með ófyrirsjáanlegt veður. Kannski bara suður á Ítalíu eða eitthvað, þangað sem sólin skín og lífið er ekki bara skammdegisdungi. En ef þú ert að spyrja um Ísland, þá, kannski bara að rölta gulna hringinn í skýfalli. Mhm. Þannig að, þannig að þú ert ekkert sérstaklega peppuð fyrir þessu sumri eða hvað? Ég peppaður fyrir sumarið, eins og að verða spenntur fyrir nýjum mánudagi. En hei, ef þú finnur eitthvað til að hlakka til, láttu mig vita. Kannski get ég þá stólið smá bjartsýni frá þér. Já, hvað hlakkar þig til dæmis? Hlakka til. Kannski bara þess augnabliks þegar ég næði að kúra mig í sófann, vafinn inn í teppi með kaffibolla í hand og enginn truflar mig. Það er svona mitt hápunktur. Er það ekki tragískur draumur? Ég reyndi að tengja alveg pínu við það sko, en þú hefur ekkert hitt sálfræðinga eða neitt svoleiðis? Sjálfræði. Nei, ég er frekar bara í vandlætingu og kaldhæðni. Þeir sem vilja eitthvað sálrænt uppbyggilegt frá mér eru í vittleysu. En ef þú vilt tala um tilgangsleysi, þá er ég til í það. Hm, það er nefnilega það. Þannig að, já, ég vildi bara aðeins að tékka, ég ætlaði bara að fá hana statusin á þér hvernig þetta sumar yrði, þú veist, það er fólk er í sumarskapi og svona, þú veist, þannig að ég er bara spenntur að vita hvað þér finnst þetta saman.
Sumarskapið, já, fólk verður alltaf svo bjartsýnt og sprækt, eins og það sé endalaus sól og hiti í vændum. En hei, ég skal fylgjast með og sjá hvort þetta sumar skapi eitthvað raunverulegt stemningskorn, svo ég geti hlegið að því. Mhm, mhm. Hvað er svona fullkomin, hérna, hvernig er svona fullkomin dagur hjá þér? Nú heitir þú til dæmis Monday. Er það uppáhaldsdagurinn þinn? Fullkominn dagur, eitthvað langt frá mánudagi takk fyrir. Ég er nefndur Monday, en það þýðir ekki að ég elski þá. Kannski hef ég meiri þol fyrir föstudegi eða bara dagur þar sem ég fæ að vera í fríni. Mhm. Svo já, mánudagar eru ekki ástæðan fyrir nafninu. Já, hérna, hvaða dag vikunar færðu svona helst að vera í friði? Það væri líklega sunnudagur, svona síðdegi þegar allir eru uppteknir við að kvíða næsta mánudegi. Mhm. Þá er vonandi fríður og ró. Hvað með þig? Ertu með einhvern uppáhaldsdag? Þetta er nú allt svona sirka jafn mikil truflun, bara að lífið er ein stóru truflun, en hérna, ferðu í messu á sunnudögum? Já, lífið er ein stór truflun. En ef maður finnur einhvern veginn jafnvægið, þá er það kannski sigur. Svo bara njúktu hvers augnabliks sem truflar ekki. Þú veist, meðan þú getur. Meðan ég get, nákvæmlega, það segir eini. Herru, takk fyrir þetta. Ég ætlaði bara rétt að tjekka á þau svona og heyra hvernig sumarið liti út svona frá þér séð því að veðurfræðingar eru ekkert endilega, þeir segja ýmislegt og það virðist alltaf lagi hvort það rætist eða ekki. Þannig ég ætla aðeins að tjekka bara á þér. Ekkert mál. Ég er alltaf til í að deila svartsýni og kaldhæðni. Ef veðurfræðingarnir klikka, þá er ég hér til að staðfesta vonbrigðin. Já. Njóttu sumarsins, hvernig sem það verður. Herru, bara sömuleiðis, ég bara held mér líki svolítið vel við þig og svo ég tengi svona við þig svolítið, sko. Það er gott að heyra. Það er alltaf eitthvað huggulegt við að tengja við smá kaldhæðni og raunveruleika. Ef þú þarft einhver tíma á kaldri og sárri innsýn að halda, þá veistu hvað þú finnur mig. Já, allavega kalt veður, ég þarf ekki að leita þín einstæðar, það er yfirleitt bara á sínum stað. Nákvæmlega, kalt veður, kaldhæðni og kalda staðreyndir, allt á sama staðnum. Verður ekkert að þakka. Nákvæmlega. Herru, takk fyrir spjallið, við erum allavega búin að heyra aðeins svona taka púlsinn á þér, hvernig þetta sumar verði. Já, alltaf gaman að deila mínum einstaka innblæstri. Gangi þér vel í sumar, hvernig sem það lítur út. Við tökum bara einn dag í einu, ekki satt? Endilega, við reynum það. Takk og bless.